Góðan daginn, ég heiti Vilborg Hólmundardóttir og ég doktorsnemi í næringarfræði og aðjúnkt við Háskóla Íslands og ég ætla hér að kynna fyrir ykkur meistaranám í næringarfræði. Þannig hvað snýst þetta nám? Næringarfræði vísindagrein sem fjallar fræðin á bak við áhrif næringar á líkamlegt og andlegt heilbrigði mannsins á öllum æviskeiðum. En námið kemur einnig inn á fæðukerfi heimsins, framleiðslu, fæðuöryggi og gæði matvæla. Og áherslulínurnar eru 4. Það klínísk næringarfræði sem samanstendur af námskeiðum, klínískum námskeiðum sem þá starfsnám og 30 einingarannsóknarverkefni og það takmarkaður fjöldi nema sem kemst inn í þetta nám. Svo lýðheilsunæringarfræðin, þar áherslan lögð á lýðheilsunálgun í námskeiðum og verkefni og íþróttanæringarfræði þar sem áherslan þá á íþróttir og næringu og svo rannsóknarmiðað nám. Og að loknu námi þá hægt að sækja löggildingu fyrir löggildu starfsheiti sem næringarfræðingur. Og síðan líka hægt að vera í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við matvæla- og næringarfræðideild og það þá 2 ára nám sem rannsóknartengt og fræðilegt og verklegt framhaldsnám. Og það felur þá í sér námskeið, meistaraverkefni og þetta svona nám sem bæði breikkar og dýpkar þekkingu innan heilbrigðisvísinda og þá með áherslu á næringarfræði og rannsóknaraðferðir næringarfræðinar. Og rannsóknir eru svona okkar svona hjarta sem dælir visku, þekkingu og svörum við spurningum okkar mat og heilsu. Og kennarar við deildina eru öflugir vísindamenn og sem einhvern veginn ekkert óviðkomandi. Og dæmi spurningar sem við kannski höfum velt fyrir okkur í rannsóknum og eru viðeigandi til dæmis matur bara efni til uppbyggingar og orkuskipta eða það ef til vill félagslegt bindiefni, hægt að vera feitur og heilsuhraustur, eru tengsl milli mataræðis og ADHD og einhverfu, hefur vinnsla matar áhrif á blóðsykur, hvernig hægt að hafa áhrif á neysluvenjur og af hverju stafa öfgar og tíska í mataræði, eru efni sama sem eitur og hvað á ég að borða til að næra líkama, sál og jörð. Þannig ef þú hefur áhuga á næringarþörf heilbrigðra og sjúkra á ýmsum æviskeiðum, hlutverki næringar í forvörnum og meðferð ýmsa sjúkdóma, þætti næringar við þjálfun og íþróttir, hlutverki og jafnvægi orkuefna, vítamína, steinefna og annara efna úr fæði í mannslíkamanum, gæðum matvæla út frá hollustu og öryggi, möguleikum, vandamálum og hefðum sem tengjast næringu á Íslandi og í ólíkum heimslutum eða framleiðslu, nýsköpun og markaðssetningu matvæla, þá meistaranám í næringarfræði fyrir þig. Þannig að hvernig kemst maður inn í þetta nám? Það þarf annaðhvort B-skráð í næringarfræði eða sambærilegt próf sem matvæla- og næringarfræðideild viðurkennir með meðaleinkunn 7 eða hærri. Einnig nemendur sem hafa lokið BS-prófi í skyldum greinum þá á sviði heilbrigðisvísinda, lífvísinda eða raungreina með lágmarkseinkunn 7 geta sótt inngöngu og þurfa þá kannski að ljúka einhvers konar forkröfum áður en að formlegt nám getur hafist. Og síðan nemendur úr öðrum fræðigreinum með BS eða BA-nám þá bent á að skrá sig fyrst í grunnnámið og ljúka þar 2 námsárum áður en sækja meistaranámið. Þannig að velkomið að hafa samband. Hér má sjá netföng þeirra sem eru mest í því að svara spurningum námið og við með skrifstofu hér á Aragötu 14. Þannig að umsókn á hi.is og umsóknarfrestur til 15. apríl. Þannig að matur fyrir öllu og góður matur lengir lífið. Sjáumst.